Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Í lokin hefur við fengið til okkar tónlistarkonu úr Svarfaðardal, hana Ösp Eldjárn. Vertu hjartanlega velkomin. Takk hérlega. Þú varst tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna fyrir plötuna þína. Til hamingju með það. Takk Ég er með hérlega. hana hérna. Já. Þetta er engin venjuleg plata. Nei, ekki þetta eintak. Sko, Ösp. Og er þetta þá líka Ösp? Þetta er Ösp úr garðinu mínum. Já. Og þetta er sem sagt, á mig langaði svo að gefa hún út, sko, maður er alltaf svolítið í vafa hvort maður er að gefa út plötur á geisladisk. Já. Ennþá. Er það ekki svolítið búið? Og það er svolítið búið, en samt er alltaf einhverju sem maður hlusta á í bílnum og svona, þannig gaf út það, og á vínil líka, því það er að koma aftur. Já. Ef langaði samt í þetta digital form, þetta stafræna form, að vera með eitthvað samt sem að þau geta haldið í. Já. Ekki bara þessi í tölvunni, heldur að það verður svona pínu. Eitthvað fallegt og Já. hér aftan á bara er eitthvað kóði og... Já, þetta er kóði, þetta er einhver svona flaga. Snið. Sem maður snertir í símann og þá opnast platan. Þetta er geggjað. Takk fyrir þetta. En þið voru tilnefnd í flokki þjóðlaga tónlistar? Já. Er það nýr flokkur? Þetta er nýr flokkur. Þetta bara greinilega er fólkið að sækja í sig veðrið, það er þjóðlaga tónlistin. Og við erum 3 tilnefnd. Já, það er engin aukvisar með þér? Nei, Egill Ólafsson og Snorri Helga. Já, og hvenær verður þetta kunngert? Þetta verður kunngert núna 14. mars. Spennandi. Og ég er bara óbúslega groppin að vera með þessum risum sko í flokki og að vera tilnefnd, það er bara... Það er frábært. Bara nóg fyrir mig, ég er bara glöð. En nærðu að vera með á verðlaunaafhendingunni eða verður þú kannski í London? Nei, ég er komin heim. Ég er að fara núna á miðvikudaginn. Ég er rosa spennandi verkefni, segðu bara eins frá því. Já, ég sem sagt kynntist stelpu sem heitir Elisa Iannacone, sem hún er frá Mexíkó og kanadísk. Hún sem sagt er ljósmyndari og er bæði sem sagt svona, hún er líka svona tekur myndir af átakasvæðum og alls konar fréttaljósmyndari og listakona mikil og hún sem sagt gerir bók sem heitir The Spiral of Containment, Rape's Aftermath. Það er svolítið þungt efni, þetta fjallar sem sagt fórnarlömb eða hún vil tala survivor, fólk sem hafa orðið fyrir nauðgun. Og tekur sem sagt viðtal við þau og þau fjalla svona það sem fór í gegnum huga þeirra, í tengingu við viðburðinn, það sem gerðist, ekki viðburð, og út frá því einhvern veginn búið til sem sagt ljósmynd. Ekkert endilega með sko þólendanum? Nei, þau eru alltaf, þau eru í myndinni, þetta er þau og þeirra, eins og ein til dæmis segir sko, hún var, efnið kjóllinn hennar var rifinn og það fjallar í hverjum, þessi vera svona seima oft fórnarlömbin í hverju klæddustu og svona. Og hún talar að þeir rifu kjólinn hennar og hún er bara, núna klæðist þið bara kjólum. Ég ætla ekki að fela mig og myndin hún stendur svona í rið og kjóllinn er svona alveg, hann er svona gulur og yfir heila byggingu, hann er risastór, sko, þetta getur rosalega listrænt. Og ég þú getur kannski séð einhverja af þessum myndum, en og hún baði mig semst að búa til tónlist við hverju einustu mynd, þetta eru 25 myndir, því þessi bók er verður ljósmyndasýning, þetta er einu svona útgáfuteiti bókarinnar. Já, og svo kemur fólk á sýninguna og nálgast myndin og þá fyrir allt í tónlistin tónlistin í gang og hún er sem sagt svona án orða, heldur þetta bara svona stemning sem tengist kannski elementunum í myndinni og hver einustu mynd er með þetta er svona litapalletta, litahringur. Og þannig þá fer einhver tónlist í gang og ég þegar það verkefni að einhvern veginn, þetta er svona pínu sem vera kvikmyndatónskáld, sko, þetta er við ljósmyndir. Skemmtilegt. Kynntust þið þegar þú varst í náminn í London, eða? Við kynntumst á Backpackers í Reykjavík þegar ég var að spila með Brother Grass. Já, þú varst nefnilega meðlimur Brother Grass hljómsveitarinnar. Og hún var gestur þar og bara vildi endilega fá að taka upp myndband með okkur og við gerðum það í einhverju svona algjöru flippi. Og svo og þarna bjó ég í London og hún flytur síðan til London eftir ári síðar og þá svo náum við aftur saman einhvern veginn. En nú ert þú flutt heim í Svarfaðardalinn og ert bara svona aðeins að anda og skjóta rótum og svo ætlar að flytja fyrir okkur í lok þáttarins lag af þessari plötu, ekki satt? Já. Og hvaða lag ætlar að flytja fyrir okkur? Ég held ég að spila og syngja Traveling Man
Traveling man, það var vel við, þú ert að fara að ferðast í London og svona. Já, það, fólk sem ferðast saman í lífinu, einhvern veginn. Þakka þér kærlega fyrir komin í þáttinn. Takk fyrir mig. Og gangi þér vel. Takk kærlega. Þá segjum við þetta gott í dag. Takk fyrir að horfa og sjáumst eftir viku. Once I met a traveling man. His eyes were the colors of the autumn. He told me stories from the rivers he sailed. And I asked him to walk with me a while. Yeah, I asked him to walk with me a while. I sang him my lullabies as we danced beneath the willow trees. I found myself in his eyes, and in the truth they spoke to me. Oh, the waning of the moon revealed the warrior in the sky. As I looked to the stars for my directions, and on this path that I so long have called my own, I now walk with him, the pilgrim from London town. Yeah, the pilgrim from London town. Yes, once I met a traveling man. His eyes are the colors of the autumn, and as our paths unfold with every morning dew, we keep on walking until the day is through. We keep on walking until the day is through. We keep on walking on.